Aðeins að fara í uppsetningu á málsetningum, hvernig það eru búin til og hvar við finnum stillingarnar. Þegar málsett í AutoCAD þá erum við, ef við erum hérna í homeflipan og við erum hérna í Dimension og veljum það, og þá eru hérna undirtillingar. Við getum valið hérna hvaða málsetningatýpu við erum að nota. Þessar stillingar er hægt að breyta hérna við förum hérna í Annotate-flipan og förum hérna í þessum litlu bílunum sem kemur hérna upp. Það kemur Dimension Style Manager. Það er líka flýtinhappi á þetta sem heitir Dim Style. Skrifa það í command-línunni ef þið finnið þetta ekki. Hérna eru þessar gerðir sem eru til í ykkar grunnskrá, en ef við ætlum að búa til nýja eða breyta, við segjum þetta að búa til nýja hérna, þá vel ég hérna New og hún byggir þessa nýju Dimension Style á þeirri típu sem við vorum með ljómaða hérna þegar við smeltum á New. Við ætlum að búa til, segjum bara eininnar, þess að málsetning 2,5 mm. Kvöldum á það bara. Og ég ætla að haka hérna við Annotate og víti svo á Continue. Og opna þessi gluggi hjá okkur. Og hérna eru stillingarna, ég ætla aðeins að renna í gegnum þær, svona í grófu, hlaupa aðeins yfir þær, útskýra hvað er að gerast hérna. Við ætlum að hafa bara litinn og line type og line width by block. Hérna getum við slökkt á línunum, þannig að það sé bara kannski aðráttina eða vinstri eða hægri. Og við getum farið hérna Extend Dimension Line, þannig að við setjum hana bara í 10 og sjá svona gróflega hvað skeið. Og sjá þá lengist hún í þess áttina. 1,25. Og Offset from Orange, það er hérna hvar við þegar smellið hérna á hvar hún byrjar, að þá við sjáum bíli sem að myndast hérna á milli. Við tökum þetta bara stream, sjáum þá er 10 mm bíl hérna frá það sem er smellið og það sem að lína byrjar. Það var 1 mm. Symbols og arrow, hérna getum við valið hvernig bílirnir okkar líta út. Við hafa það svona. Obligate, second líka, við getum haft sikkura en við höfum það sama. Og líterinn, já, við bara hafa close fillout og svo en arrow size er 2,5, við bara halda því. Og svo getum við stilt hérna líka arc length symbol. Já, það kemur nú ekki, það sést ekki hérna fyrir myndinni. Það getur ekki máli. Síðan er texti hérna og við ætlum að hafa textastæðin bara, við getum nota textastæðin sem við hefum búið til sjálfir eða valið eitthvað annað. Og við ætlum að hafa hérna 2,5 mm. Og þetta er bara by block og síðan þá kemur textahæðin hérna 2,5 og þegar við erum með hana, já, hérna, og við völdum hérna texta sem var Annotate. Þegar við erum með standardtexta þá getum við sagt hérna hvað textin á að vera stór. Höfund Annotate 2,5 eða þá þið getur notað texta sem við byggum til í öðru, einhver eigin texta. Og hérna er þetta til að centered eða above eða below, þannig að hérna er þetta að breyta því. Og horisontalar, hvernig þetta liggur, sjáðu. Þetta er svona vanlega centered. View direction, sjá, getur snúið þessu við, right to left eða left to right. Og textastæðin líka hérna, outline, ISO standard, outline, svona. Já, þetta var samtidig líka svona. Og síðan er þetta offseta hérna líka frá línni, sjá hvað hann fyrir langt í burtu hérna með því að hafa hana. Svona, hafa bara 1 mm. Ok, nei byrju, ég var ekki búinn, fyrir ekki, því þetta mátti vera aftur.
fit hérna. Það haka sjálfkrafa við annotate hérna og þetta overlay scroll á að vera í einum. Þá margfaldar hún allt sem við erum að vinna með bara með einum. Ef við myndum margfalda með 100 þá myndum við til dæmis stækka textastærðir og línu arrows size og allt það líka sko. Og síðan þetta að stilla hérna hvort að textin hvernig hún passar inn í hérna á milli örfana. Primary units, hérna til dæmis hægt að búa til eða ætlar að búa til öðruvísi gerð eða sem láta mæla í einhverju öðru heldur en í millimetrum. Þetta er decimal, við notum það bara vanalega og síðan er að málsenningin nákvæmnin. Sjáðu hvað eru margir aukastafir. Hún námundar alltaf næstu tölu við. Ef við erum með einn aukastaf hérna sem kannski algengast þá námundar hún við. Hún getur líka verið hérna, sjáu þið, ef við rándum upp einn heilan þá fer þetta alltaf í heilatölur. Ef það er 0,5 þá hleypur hún alltaf upp í 1 eða hálfum. Þannig við skulum bara hafa þetta bara 0,0 svona og þá sýnir hún með rauntöfur. Við erum búin að stilla hérna, hún sýnir bara einn aukastaf þannig að hún námynda sér upp í 4,1 til dæmis. Ef við værum með 0,5 hérna og þá myndi sýna 14, þannig 16,6 hérna sem var áðan, það fyrir í 16,5 og hún námynda sér í næsta heila hálfa. Prefix notar það ekkert í sjálfu sér og þú getur, það er hægt að láta hana sína sko eins og sem sé millimetra eða metra útlýs. Scale factor, við erum ekkert að fikta því og hérna er það sama, angular dimension, það er þessi hérna. Hvort það segir með í mínútum eða sem sagt gradient, hún sýnir ekki, hana kemur á. Hérna hefur við decimal, hérna þá sýnir hún gráður. Allt hérna í units og já, hérna getur við sagt í hvort hún ætlar að sýna. Ætlum ekki að hafa hvita þessu, hvort við ætlum að sýna svona nákvæmlega ekki. Tolerance, hún notar það ekkert heldur sjálfur sér hjá okkur. Svona búið það til þessa málsendingu með þessu stillingu sem ég rendi í gegnum. Það er ágætt og þetta ætti að duga okkur svona í 99% tilvika í teiknivinni, húsbyggingarteikningu. Við close og þá átti þetta að vera komin, búið að setja upp málsendingu með annotate dimension style í 2,5 mm.